Já, Jökull, fá hérna Breiðablik í heimsókn, 4-1 tap, staðreind, hvernig svona þín fyrstu viðbrögð? Bara svekkjandi. Svona, já, mér finnst það svona frekar bara jafn leikur og þeir reyndar byrjuðu svolítið að skapa eftir að gera þarna þrefaldaskiptingu og þeir komu sterkt inn hjá þeim og þetta Kristóf er algjörlega á deginu sínum og klárar allt, þú veist, og sér, þannig að það er svolítið skilja á milli þar bara en að öðru leyti fram að því fannst mér ekki vera nein hætta í kringum marki okkar og svona helst að sér áttu verið bolta sér rúlu í gegnum allan teginn og þú veist, það var ekki áneitt, þannig að já, en bara svekkjandi. Við fannst á kafla í fyrri hálfleik, ef að ræða fyrri hálfleikinn, Breiðablik meira með boltan og leikurinn fer, það sem ég sé bara eiginlega á ykkar vallarhelmingi, verjist vel, beinti frábæra skyndisókn, komist 1-0 yfir, hvernig fannst þér fyrri hálfleikurinn? Bara, þú veist, þetta er ekki hvorki fyrri hálfleikur né seinni hálfleikur er besti leikur sem við höfum spilað, sko, það er enginn að halda því fram. Þeir svona leystu pressun okkur ágætlega og við vorum einhvern veginn ekki að ná að halda henni. Þannig að þeir gerðu vel þar en á sama tíma þá leið okkur bara vel. Veist, bara leyfðum að fara síðan öðru megin og maður fannst ekkert gerast annað en bara þeir tóku hlaupin sín og rótuðu svolítið og svo kom bolti í gegnum teginn og þú veist, mér fannst ekki voru ekki að skapa betri færi en við hinum inn á móti. Þannig að en þú veist, við getum gert betur en við gerum í dag, það er alveg ljóst og á endanum þá þeir skilja að vinna. Þetta getum ekkert haldið öðru fram. Þannig að við getum gert betur, við vitum það og nú förum við að gera betur. Þeir skoraði þarna 4 mörk á síðustu 25 mínútum, hefði getað komið í veg fyrir ykkur þessi mörk? Já, við hefum getað gert það, alveg klárlega. Þú veist, svo er eitthvað sem er bara sem að klínur honum út við stöng af frekar löngu færi. Þannig sko auðvitaðlega en bara vel gert hjá honum og þeim, þannig að þú veist, við getum komið í veg fyrir öll mörk, þannig að ekkert öðru sem er þessi en bara, þú veist, bara hörkuleikur og þeir áttu skilja að vinna í dag og við bara stígum upp og gerum betur. Hafi verið á frábæru rönni síðustu 5 umferðum, þetta er ekki heimsendir, það er bara áfram gakk? Já, við erum brattir, þetta er bara svekkjandi, þetta er ekki leikur sem að við ætlum bæði að hafa leikinn öðruvísi út af vellinum og við ætlum að fá meir út úr honum, þannig að það er mjög svekkjandi. En við erum alveg rólegir, við bara rífum okkur upp og já, gerum betur. Gummi Kri og Emil eru á bekknum, Emil kemur inn og út aftur, hver er staðan á þeim tveim? Var Gummi Kri eitthvað dæpur og hvað gerði þessu Emil? Gummi hefur verið stífur en hann er alltaf í lagi, leit vel út af og bara mjög svona léttur og ferskur fannst mér. Emil var kannski alveg klár og kannski mistökið mér að reyna að ýta honum þarna inn í dag og kannski, en þú veist, við gerum bara reddi fyrir þriðjudaginn. Jóhann Árni, framhaldið við ykkur, gleðiefni? Já, bara spurning, bara öflugur karakter, bara mjög svona gæði sem er stöðugt að leita leiða til að ýta sig út úr comfort zone og hefur bætt sér mikið og sýnir mikið frumkvæði út allt. Þannig að bara virkilega flottur karakter sem ég er mjög ánægður að hafa áfram. Og Kálk er náttúrulega eins og flestir vita spenntur að fá að sjá hann inn á vellinum hérna á Íslandi. Já, ég er bara aðalega spenntur að fá hann karakterinn í hópinn. Hann, eins og sagt áður, hann getur bætt okkur á svo mörgum sviðum og hjálpað á svo mörgum leiti. Þannig að ég er ekki bara spenntur að fá hann inn út af völl í leik. Ég er spenntur að fá hann inn á æfingu bæði í þjálfaragallanum og sem leikmaður. Eru það að fara í undanúrslit í bikarinn, það ekki rétt sem er núna eftir helgi, farið á Hlíðarenda, hvernig líst þér á það verkefni? Er bara stefnan á Hypergressa í Laugardalnum? Jú, spurning, við ætlum bara, stefnan við ætlum að vinna þennan bikar og við ætlum að vinna Val á þriðjudaginn. Erum með frábært stuðningsfólk, reyna bara að fá Garðabæinn allan í Laugardal og hafa bara bikarævintýri í ár? Já, ekki spurning, bara byrja að reyna að fá alla til þess að sleikja sárinu í kvöld og mæta síðan gíra þér á Hlíðarenda fyrst á þriðjudaginn. Takk hérlega.